Þórhildur Kristín heiti ég og ég nemandi í kvikmyndatækni hjá Stúdíó Sýrlandi. Hvernig líður mér í kvikmyndatækni? Mér líður alveg þokkalega vel. Mér finnst það mjög skemmtilegt og skapandi kvikmyndanám og mér finnst það höfða alveg rosalega til mín þar sem að það tók mig alveg ágætan tíma að einhvern veginn verða að því, en svo þegar ég byrjaði í náminu þá fann ég alveg strax að þetta var eitthvað sem að ég tengdi við og tilheyrði. Hvað hefur hjálpað mér mest að finna minn stað í náminu? Það er líklegast það að í þessu kvikmyndanámi þá ferðu að snerta á svo rosalega mörgum þáttum. Þú ert ekki bara að læra leikstjórn eða handrit, framleiðslu eða tækni. Þú farið einhvern veginn að gera það allt. Þannig að þú lærir á hljóð, þú lærir að lýsa upp senur, þú lærir á kameru, þú lærir að skrifa þetta eigið handrit og leikstýra. Þannig ég held að það sé einhvern veginn rosalega góður vettvangur fyrir nemendur til þess að finna út hvað þeim finnst skemmtilegast og hvað þeim langar að gera með námið. Ég upplifi öryggi út frá kennslunni þar sem að okkur er kennt þegar við erum á vinnustað eða tökustað. Ég upplifi öryggi frá kennslunni þar sem að það er kennt okkur til dæmis að þegar við erum á tökustað eða í stúdíó þá er rosalega mikilvægt að kunna meðhöndla búnaðinn rétt þar sem að hlutir sem við erum að vinna með eru rosalega þungir og dýrir og það er sett rosalega stór áhersla að kunna einmitt að meðhöndla þennan tækjabúnað. Það getur líka náttúrulega bara verið hættulegt þar sem við erum að vinna með rafmagn og annað. Þannig að öryggi skiptir alveg rosalega miklu máli í kvikmyndanáminu og ég finn alveg fyrir því. Ég held að samskipti milli nemenda hefur rosalega stór áhrif á hvernig manni líður í náminu. Svona í grunninn þá náttúrulega erum við öll í sama náminu og erum öll að stefna að því sama og ég trúi því einhvern veginn að allir séu að reyna að gera sitt besta. Þannig að þá held ég sé rosalega mikilvægt sérstaklega vegna þess að kvikmyndagerð, listformið kvikmyndagerð snýst rosalega mikið samvinnu og að vinna saman. Þannig að ég held að það sé rosalega gott að tala saman og einhvern veginn trúa því að allir eru að gera sitt besta og það náttúrulega lætur manni líða vel og þá einmitt held ég að útkoman verður betri vegna þess að preppi er svo mikilvægt. Mér finnst allir nemendur fá stuðningi sem þau þurfa og mér finnst einmitt það kennarar í skólanum halda rosalega vel utan nám nemenda. Þau vilja einhvern veginn að við náum náminu. En athygli, nei. Ég held að þú færð það úr náminu sem þú vilt fá úr því og ég held að þú fáir ekki athyglina nema þú sækist eftir henni. Þannig að ég held allir fá stuðningin sem þau þurfa en kannski ekki athyglina. Hvers konar hegðun geta kennarar verið með til þess að skapa öruggt umhverfi? Ég held að kennarar eigi rosalega mikinn þátt í að skapa öruggt umhverfi í kennslustund fyrir nemendur. Í fyrsta lagi þá finnst mér kennarar þurfa að vera fyrirmynd fyrir nemendur en kannski líka koma fram við nemendur eins og jafningjar og vera kannski smá persónuleg svo að nemendur einhvern veginn tengja við þá og þá kannski myndast meiri vettvangur fyrir nemendur að tala í
kennslustundum og vera kannski aðeins opnari. Ég upplifði það í náminu mínu að ég var smá útskúfuð og ég held að ástæðan fyrir því var kannski vegna þess að við einhvern veginn áttum ekki samtal. En það var tekið á því í skólanum og svo einmitt smá fyndið að þetta er fyrsti einstaklingurinn sem ég vinn með á setti eftir skóla og í dag erum við alveg perli vinkonur. Ég held einmitt að þetta kannski kennir okkur líka það að samtali er rosalega mikilvægt en líka að eiga góð samskipti innan bekkjarins er lykilatriði vegna þess að við erum öll með sama markmið og við viljum einhvern veginn bara gera rosalega vel. Þannig kannski frekar að vinna saman í staðinn fyrir að vera alltaf í einhverju svona samkeppni. Hvað væri hægt að breyta í náminu þannig að nemendur væru meira á sömu blaðsíðu? Ég held kannski að einblína svolítið vel á nemendur að kvikmyndagerð er samvinna og það er rosalega gott að vinna saman af því að það gerir enginn bíó einn. Ef ég mætti breyta einhverju, hverju myndi ég breyta? Líklegast myndi ég breyta því að það væri einblítt á hvern einasta nemanda persónlega, hvert hann kannski gæti stefnt og hvað hann geti gert með námið. Af því að kvikmyndagerð er rosalega fjölbreytt og það er hægt að gera rosalega mikið við það. Þannig að kannski einmitt finna svona fyrir hvern og einn hvað myndi henta honum best og hvaða svið myndi passa við hann. En svo kannski líka einmitt aftur að samvinnunni að þegar það er verið að gera verkefni að ýta svolítið undir samvinnu vegna þess að þá verður undirbúningur léttari og útkoman betri af því að enn og aftur bíó er samvinna.